Jæja, förum í smá ferðalag saman. Ekki í bíl eða flugvél, heldur aftur í tíman. Alveg aftur til landnámsaldar. En núna ætlum að upplefa þetta allt með augum barns. Hvernig var það eiginlega að þurfa að yfirgefa allt sem að þekkti og sigla á veit hins óþekkta? Við skulum kafa ofan í það. Allt í lagi. Til að ná þessu almennilega, prófum að setja okkur í spor svona 10 ára krakka sem býr í Noregi. Líf sem snýst heimili sitt, vini sína, bara allt sem kunnuglegt. Og þá, allt í einu, komu fréttirnar frá foreldrunum. Þetta ekki flutningar yfir í næsta dal. Ó nei, þá fari yfir heilt hal, til lands sem engin veit í raun hvernig Íslands. Allt sem barnið þekkir, það verður skilið eftir. Fyrsta og sennilega allra stærsta hindrunin var ferðalagið sjálft. Þetta var sko engin lúxussigling. Já, þetta var raunveruleikinn. Skipin voru í raun bara opnir trébátar, alveg berskjaldaðir fyrir veðri og vindum og þeir voru stútfull, ekki bara fólki, heldur öllum dýrunum líka. Kindum, geitum, hundum, jafnvel hestum og kúm. Maður getur rétt ímyndað sér hávaðan, lyktina og þrengslin. Þetta hefur verið ólýsanlegt ástand. Og það var náttúrulega bara endalaus kuldi. Engin uppbytun, ekkert skjól nema kannski undir blautu seili. Og allt var gegnblött. Stanslausar öldur sem skvettust yfir og svo rigningin. Það var eiginlega alveg sama hvað maður gerði. Það var ekki hægt að halda sér þurrum. Og ofan á allt saman lagðist myrkrið. Í marga vikur var ekkert að sjá nema dimmur sjór og drungalegur heiminn. Engin ljós, engin kennileiti. Bara þetta endalausa gráa haf. En það allra erfiðasta var að sumir komust aldrei á leiðarenda. Ef einhver veiktist eða dó á leiðinni, þá var viðkomandi einfaldlega látin síga í hafið. Að vera barn og horfa upp á þetta, að sjá hafið bókstaflega gleypa fólk, sú upplifun hefur örugglega mótað sín heillar kynslóðar á lífið og dauðan. En svo loksins, eftir allar þessar vikur af óvissu, þá sést land. Lettirinn hlýtur að hafa verið gríðarlegur, en leið tók við nýr og harður veruleiki. Og því líkur munir. Þau komu frá heimi þar sem voru bæir, bryggjur og byggð hús. En þau lendu í landi þar sem var, ekki neitt. Bara hrá náttúra, fjöll, mýrar og endalaust hraunbreiða. Það beið þeirra nákvæmlega ekkert. Það var ekkert til staðar. Allt, og ég meina allt, þurfti að byggja upp frá grunni. Fyrsta skrefið var að koma upp einhvers konar bráðabirgðaskjóli úr því sem hendi var næst, torfi og skinnum, bara til að verjast veðri. Það var ekki fyrir en löngu seinna eftir ótrúlega miklarinnu sem alvöru torfhús ræs. Lífið sem beið þessara barna var svo sannarlega allt annað en þau höfðu vanist og auðvitað gjörólíkt því sem við þekkjum í dag. Torfbærin, hann var eiginlega bara heimurinn þeirra. Jú, það var dimmt og reik mikið frá eldstæðinu, en þetta var líka hlýjasti og öruggasti staðurinn sem þau þekktu. Hér var fjölskyldan alltaf saman. Hún vann saman, borðaði saman og sagði sögur. Hér fór allt nám fram. Og þetta kannski það allra mikilvægasta sem þarf að skilja. Í dag hugsum við bernskunna sem tíma leiks og verndar. Á landnámsöld var þetta allt öðruvísi. Börn voru ekki bara börn, þau voru algjörlega ómissandi partur af því að fjölskyldan kæmist af. Og þetta var ekki eins og þau væru í einhverju vinnuþrælku. Nei, þetta var einfallega spurning að lifa af. Allir eruðu að leika sitt á mörkum. Krakkarnir lærðu strax að smala, mjólka, tína reka við og passa yngri systkini. Þau voru virkir og mikilvægir þáttakandur í lífsbaráttunni. En krakkar eru náttúrulega alltaf krakkar, það ekki? Þótt að væri engin búðarkeypt leikföng, það var hugmyndaflugið ótakmarkað. Eitt lítið fuglabein gat í huga barnsins orðið að stórum stóðhesti. Stein var það kind. Leikurinn endurspeglaði bara lífið og vinnuna í kringum þau. Svo þegar maður hugsar þetta allt saman í dag, þá vagnar náttúrulega ýmsar pælingar okkar eigið samfélag. Ef við setjum þetta svona hlið við hlið, þá munurinn alveg sláandi. Landnámsbörnin áttu nánast enga efnislega hluti, en þau höfðu svo skýrt og mikilvægt hlutverk. Þau lærðu með því að horfa á og gera, ekki með því að lesa í bók eða horfa á skjá. Þetta bara allt annar heimur. Og þetta kannski kjarnin í öllu saman. Með því að vera algjörlega nauðsynlega fyrir afkomu fjölskyldunar, þá lærðu þessi börn mjög snemma að þau skiptu máli. Framlag þeirra var ekki bara eitthvað sætt eða duglegt, það var bókstaflega lífsnauðsynlegt. Þau fundu tilganginn í verkunum sínum.
Og þá stendur þessi stóra spurning eftir. Landnámsbörnin áttu fátt en höfðu skýran tilgang. Hafa börn í dag með allan sinn efnahag og öll sinn tækifæri jafn skýrt og mikilvægt hlutverk. Það svo sannarlega eitthvað til að hugleiða.